Tók öll 3 stigin á móti ÍR. Þá hefur leikurinn hafist. Leiknismenn veit sjálfsögðu það enginn á bekknum að koma inn á. Kemur horni frá Gest sem bara skot og mark! Gestur að skora úr horni. Hvaðan kom þetta bara, spyr ég. Fáum að sjá þetta aftur hérna. Gestur Aron tyggur horni. Þeir vilja meira að Axel Freyr. Skemmtileg tilraun hjá Bogdan, ekki nógu góð sending á Daða. Daði Inga segi ég. Hérna kemur Daði, finnur Þorstein. Boltinn fyrir og þeir eru að jafna. Það er Anton Fannar Kjartansson sem jafnar metin hérna í uppbótartíma í fyrri hálfleik. Fáum að sjá þetta aftur. Léleg hreinsun hjá Mbue og boltinn endar hérna Þorsteini sem rennur boltanum fyrir og Anton Fannar Kjartansson Örn á með aukaspyrnuna. Kemur að langt á fjær, frábær sending inn í teiginn og þeir komast 2-1 yfir. Hvað er að gerast? Völsungar svo sannarlega hafa trúna, spurning hvort þetta sýnist Elvar Árni hafa skorað þennan skalla. Fáum að sjá þetta aftur. Frábær sending frá Elmari. Opaslega góð snúningur og Elvar það sér. Og nú er forvitnilegt. Hvað ætla þeir að gera? Ætla þeir að trufla Tómas? Hérna er hann í ókunnuri stöðu. Hann spyrna kemur fyrir og það er mark! Það er Gísli Alexander sem tók bara á skarið og skaut úr hornspyrnunni. Við getum ekki kentu Tómasi þetta. Og sjáum við eru ansi margir á honum og þetta er bara staða sem hann var aðeins svo lítill fyrir og það. Við sjáum þetta boltinn beinti Daða. Tóku bara enga sénsa á stutt engasti Jordi. Áframir Jordi óhræddur við alla pressu. Skjelsen. Það var Gísli, frábær snúningur hérna hjá Antoni. Rennur boltanum á Daða sem kemur heimamönnum yfir. Frábært liðsmark hérna hjá Leiknismönnum og því miður fyrir Tómas að þá var þetta bara frábær sóknarleikur og við verðum að setja spurningamerki á varnarleik gestana. 12 mínúta eftir af uppgegnum uppbótartíma. Xavier yfir á Mbue, hérna er Elvar. Finnur aftur Xavier, næra sendingunni fyrir. Já! Tryggvi Grani Jóhannsson er að jafna metin. Hvað er að gerast? Á 93. mínútu sjáum hérna Elvar, Finnur Xavier, bæði Tryggvi og Fernando inn í teignum. Ég trú ekki mínum eigin augum. Þetta kannski verður Tómas Bjarnar leikurinn eftir allt.